Progress. Herru, hér erum við, ætlum að kynna þetta rannsóknarverkefni. Við vorum búin að lesa inn á glærurnar, þannig að þið fáið bara að horfa á okkur meðan glærurnar tala við ykkur. Svefnvenjur nemenda í 4. til 7. bekk. Við vildum kanna hvort að tengsl væru á milli svefnlengdar og þess hvernig nemendur upplifi daginn sinn í skólanum. Þetta efni var valið vegna þess hve auðvelt að mæla tíma sem nemendur eyða í svefn. Viðfangsefni voru nemendur í 4. til 7. bekk við grunnskólann á Ísafirði. Haft var samband við foreldrafélag GÍ og fengið leyfi til að setja inn leik af spurningakönnun inn á Facebook-síðu foreldrafélagsins. Rannsóknarspurning og markmið. Rannsóknarspurning: hvernig hefur svefnlengd áhrif á einbeitingu, hegðun og líðan nemenda í 4. til 7. bekk? Markmið: að skoða tengsl milli svefns, líðanar og einbeitingar. Að auka skilning kennara og foreldra á áhrifum svefn á námi barna. Að bera saman svefnvenjur nemenda við ráðleggingar landlæknis. Að leggja grunn að frekari rannsóknum á tengslum svefn og hegðunar. Aðferðin okkar. Rannsóknin byggði á megindlegri aðferð eða spurningakönnun. Þátttakendur voru 20 nemendur í 4. til 7. bekk í grunnskóla. Spurningalistin innihélt 9 spurningar svefn, líðan og einbeitingu. Þátttaka nemenda var sjálfviljug, svör voru nafnlaus og fullum trúnaði var heitið. Samþykki var fengið hjá foreldrum og kennurum áður en könnunin fór fram. En við ákváðum að nota megindlega aðferð þar sem við vildum safna tölulegum gögnum svefnvenjur og líðan nemenda. Spurningakönnun var því besti kosturinn til að fá svör frá mörgum nemendum á stuttum tíma. Greining gagna og úrvinnsla. Svörin voru greind með einfaldri lýsandi tölfræði. Við skoðuðum tengsl milli svefnlengdar og upplifun nemenda á einbeitingu og hegðun. Í heildina svöruðu 20 nemendur könnuninni sem var nafnlaus. Þar af voru 64,7% drengir og 35,3% stúlkur. Flest svörin komu úr 5. bekk eða 58,8%. 23,5% voru úr 4. bekk og þá voru 17,6% úr 7. bekk. Rannsóknir. Fyrri rannsóknir sýna að svefn hefur mikil áhrif á líðan, hegðun og einbeitingu barna. Samkvæmt Guðrúnu Kristjánsdóttur og samstarfsfólki hefur svefn bein áhrif á hvernig börn haga sér og hvernig þeim líður. Rannsókn Huldu Maríu Albertsdóttur og Marquez bendi til að börn sem sofa minna upplifi meiri þreytu og kvíða. Sivakumar og félagar fundu einnig að nægur svefn tengist bæði betri vellíðan og betri námsárangri. Aðferðafræði. Við byrjuðum á því að skoða þessar fyrri rannsóknir til að fá betri skilning á tengslum svefns og líðana barna. Til að kanna þetta nánar ákváðum við að framkvæma okkar eigin megindlegu rannsókn. Við lögðum til spurningakönnun fyrir 20 nemendur í 4. til 7. bekk og spurðum þá meðal annars svefnvenjur, líðan og einbeitingu í skólanum. Þessi 20 nemendur eru þeir sem svöruðu könnuninni. Niðurstöður. Flestir nemendur, eða 59%, sögðust sofa 9 til 10 klukkustundir á nóttu. 18% sögðust sofa 7 til 8 klukkustundir, aðrir 18%
8 til 9 klukkustundir og aðeins 6% sögðu svo meir en 10 klukkustundir. Þegar spurt var líðan sögðust 59% vera örlítið þreytt, 41% upplifðu enga þreytu. Enginn sagðist vera mjög þreyttur. Helmingur nemenda eða 50% sögðust ná mjög vel að stjórna tilfinningum sínum í skólanum. 31% sögðu ná því að mestu leyti, 13% voru óviss og 6% töldu sig ekki ná því vel. Varðandi einbeitingu sögðust flestir eða 47% ná að halda einbeitingu meirihluta dagsins en 24% allan daginn. 18% sögðu að þau ná að halda einbeitingu að einhverju leyti og 12% alls ekki. Það kom í ljós að þeir sem sváfu minna en 9 klukkustundir virtust eiga erfiðara með að halda einbeitingu út daginn. Að lokum sögðust flest börn eða 77% ekki nota samfélagsmiðla. Lítill hluti eða 12% notar einn miðil og 6% nokkra miðla. 6% notuðu svo marga miðla. Og þannig var það. Þetta eru heimildirnar okkar. Viljið þið segja eitthvað, krakkar? Já, bara takk hérlega fyrir. Hlusta á okkur. Takk fyrir hlustuna.